Já, þetta hlýtur að hafa verið sætt. Já, þetta var gríðarlega sætur sigur. Þetta var svona, við áttum í svona basli bara á löngum köflum í leiknum. Og mér fannst þetta svona ekki vera, eða við vorum bara langt frá okkar besta í fyrri hálfleik. Og þannig að ég er mjög ánægður hvernig svona seinni hálfleikurinn þróast. Sýndi mikinn karakter og barátta í vörninni og Viggo kom sterkur inn í seinni hálfleik og Úlli Hornamaður hérna voru að standa sig mjög vel líka. Gríðarlega ánægður. Þú nefnir hana, þau voru ekki upp á okkar besta þarna framan af, en hvað eiginlega gerist? Þeir eru 6 mörkum undir þarna í upphafi seinni hálfleiks, hvað eiginlega gerist þar á eftir? Já, auðvitað svaraði kannski akkurat svona bara strax við leik, en ég held að svona það var ákveðin vakning. Við vorum langt frá okkar besta sko. Og maður var svona að bíða einhvern veginn sko allan tíman eftir að við svona einhvern veginn færum í smá gír sko. Og náðum einhver hraðaflöpum og svona auðvöldum mörkum og þau voru ekki að koma í fyrri hálfleik en þau komu í seinni hálfleik. Og menn stigu svona upp, sýndu meiri karakter og þannig að ég er mjög sáttur við svona hvernig liðið svona, ég var ekki sáttur í hálfleik svona, ég var ánægður hvernig liðið brást við því. Áhyggjuefni að í báðum hálfleikum byrjuði svolítið hægt? Já, sóknarlega bara í upphafi þessum leik, kannski síðan það leik líka, þú veist, við erum líka bara í þannig fasa, við erum aðeins og svona móta lið og annað, þannig að já, við þurfum ekki að skoða það betur. Það hlýtur að vera léttir að taka 2 sigurleiki í röð? Já, mikið léttir og en svona það er búið að vera mikil stígandi í þessu hjá okkur núna undanfarið og við erum sáttir bara og nú fáum við loksins smá andrými og það er rúm vika í næsta leik og aftur heimaleikur, þannig að við erum bara sáttir. Fyrst að þeir eru lokið og svona hraðmóti búið, hvernig lítur á stöðuna? Við byrjum þetta nokkuð vel svona í fyrstu 2 leikjunum. Svo fengum við alveg 2 hálfa leika sem voru bara að performa langt undir getu og það var svolítið bara, já það var ákveðið sjokk bara hvernig spilamennskan var sko. Það var svolítið svona bara velkomin í úrvalsdeildina drengir sko og mér fannst svona við bara vera ansi langt frá því sem við ætlum okkur að gera. En við voru teknir ansi margir vídeófundir og fundir með leikmönnum og það er að skila sig. Síðustu svona 3-4 leiki hefur verið töluverð bæting og liðið að taka svona framförum og svo kannski fyrir hálfleikurinn í dag hafi kannski verið smá vonbrigði en þá er stígandi í þessu og flott hjá liðinu og karakterliðsins að klára þennan leik í dag. Mjög ánægður. Þú stutt í lokin, það lítur að fara þegar þið mistu boltann á lokasekúndunum og já, voru næstum búin að missa þetta niður í jafntefli. Já, þetta var náttúrulega ekki leikur fyrir viðkvæmar taugar sko. Ég skal alveg viðurkenna það. En það er sætt að sigra og svona og kannski áttu við þetta eitthvað aðeins inn eftir dramatíkinni í framheiminu og svona. Þannig að þetta er svona er boltinn. Takk fyrir þetta, takk fyrir.